Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur á menningarlegum nótum því að í dag kom út ljóðabókin Kaffiást eftir Jóndísi Ingu Hinriksdóttur og vertu hjartanlega velkomin í þáttinn og til hamingju með bókina. Takk hérlega. Þetta er ljóð og konseptið er kaffi. Já, það má svo sem hver dæmi fyrir sig hvort þetta sé ljóð eða ekki. Já. En þetta eru svona hugleiðingar sem að ég set niður sem ljóðin mín. Og kaffi er svona gegnum gangandi þráður í gegnum alla textana. Já, þetta eru 112 ljóð og öll innihalda eitthvað kaffi. Þetta er svona kaffi og tilfinningar mikið, en já. Varstu búin að ganga með þessa hugmynd lengi? Nei, ég hef verið að skrifa svona í nokkur ár, bara hugleiðingar og bara svona skilja sjálf á mig. Svo langaði mig að gefa út bók og ég fór svona að hugsa eitthvað sem að myndi ná til sem flestra. Já. Og mér finnst kaffi vera svona ákveðið sammenningatákn. Já, það er það. Og hefur staðið bara þéttu baki á mér í gegnum tíðina og ýmsar baráttur og það er svona staðfast og það er alltaf morgunbollin til staðar. Kaffi er einhvern veginn alltaf þarna á kantinum. Já, það er svona bjargar mörgum samtölum að vera með kaffi á. Já, það er alveg hárrétt. Þannig að það er eitthvað sem að sko allir geta tengt við og samsvara sig við, held ég. Já. Meiri segja þeir sem sko drekka ekki kaffi að þeir geta þá einhverja aðrir að drekka kaffi í kringum þá. Einmitt. Og ég get alveg fullvissað það að þegar einstaklingurinn er búið með bókina mína þá mun hann vilja að drekka kaffi, jafnvel þá hann hafi ekki verið byrjaður. Nei, já, þú ábyrgist það. Ég bara ábyrgist það. Já, þú veist vel á það. Og þetta er þín fyrsta ljóðabók. Já. Þannig að þú bara stimplar þig inn á krafti með þessu verki. Já. Og ertu strax farin að huga að næstu? Þetta var bara að koma út. Já. Nei, ég er ekki farin að huga næstu. Ég hins vegar var spurð daginn hvort ég drikki te og ég sagði, já, þegar ég er búin að drekka of mikið kaffi daginn, þá stundum drekka ég það með te. Já. Já, kannski, næsta getur verið kannski með te. Te, já. Ég bara, nei, ég drekk kaffi og það er ástæða fyrir því að ég drekka ekki mikið te. Nei, einmitt. Þannig að, það verður sennilega eitthvað annað en einhver drykkur. Já. Það væri frekar kannski bara Kaffiást vol 2. Já, einmitt. Það er að nóg að taka. Já. En þú ert svona bara fjallað bara þó kaffið þetta kom alltaf í sögu, að það eru svona bara mannlegar tilfinningar og það að skilja sjálfan sig betur. Já, þetta er ástin kemur alveg hann inn í og þú veist, tilfinningar tengt því og svo líka bara svona stimplaði stundum inn á málefni líðandi stundar og þegar ég var að skrifa bókina þá komu stundum upp svona hugleiðingar eitthvað sem ég las í fréttunum eða eitthvað og yfir bollanum að sjálfsögðu. Já. Einmitt, er þá svona þráður í gegnum bókina? Já, sko, fyrsta blaðsíðan, það er hvað má bjóða þér, 1-2-faldan með auka serótóníni, takk. Já. Og síðasta blaðsíðan er, má ég fá ástina í takeaway? Nei, ég meina kaffið, takk. Og ég skrifaði mikið af þessu inn á bláa könnunni. Já. Það er svona, já. Þannig að, og þetta er einmitt eins og með serótónínu og tala náttúrulega bara beint inn í alla umræðum, geðheilbrigðismál og andlega líðan. Já, fyrir þá sem ekki vita þá er serótónín hamingjahormón. Já, akkúrat. Áttu þér eitthvað svona uppáhaldsljóð úr bókinu sem þú myndir vilja lesa fyrir okkur, svona að lokum? Já, ég er hérna með eitt uppáhalds. Ég tók eftir einstæðri móður sem drekkur kaffið sitt alltaf kalt. Ég sendi henni bros. Ég tók eftir gömlum manni sem drekkur kaffið sitt alltaf einn. Ég sendi honum ást. Ég tók eftir ungum háskóladreng sem drekkur kaffið sitt alltaf svart. Ég sendi honum númerið mitt. Frábært. Hjartanlega til hamingju með þetta og hvar getur fólk sem langar til þess að verða sér út eintak gert það? Já, á heimasíðunni minni, það er jondishinriks.com. Hægt að nálgast hana þar og svo er líka hægt að finna mig á Facebook og Instagram.
og hafa bara samband. Hafa samband. Mér finnst alveg gaman að vera bara í beinum samskiptum við kaupendur, sko. Já, ég trúi því. Við hvetjum þetta bara alla sem eru áhugasamir ljóð, kaffi og ást til þess að drífa í því að hafa samband. Bara hjartanlega til hamingju með bókina og gangi þér vel. 1000 þakkir.